Já, Davíð, það stórleikur á móti liði sem að þú þekkir vel, Víkingi Ólafsvík. Það rétt, ég þekki liðið ágætlega en oft þekkt það betur samt. Það fullt af nýjum útlendingum sem ég kannast nú ekki sérstaklega mikið við en það einhverjir strákar sem ég kannast við það er rétt. Hvað telur þú svona KB þurfa að gera til að ná að slá út Víking Ólafsvík? Liðið náttúrulega verið að standa sig fárálega vel í annarri deildinni. Þeir hljóta að mæta hérna og ég held svona alltaf innst inni þegar við farum svona leika hjá þeim þar að segja að þeir halda að þetta verið auðvelt og við þurfum bara að nýta okkar styrkleika sem við eigum ákveðna styrkleika í okkar liði og við þurfum að nýta þá og svo verjast að krafti. Ég held að það sé alveg klárt á morgun. Fyrir 2 árum þá kom upp svona bikarævintýri hjá KB unnum Njarðvík eins og frægt þurfum við ekki að ná upp svona svipari stemmingu á morgun eins og fyrir þann leik. KB hefur enga tap í þessum leik, heldur enginn held ég nema einstakar stuðningsmenn KB og leikmenn KB að vinna þennan leik, þannig að við höfum enga að tapa, við höfum bara þora að gera hlutina og ná upp stemmingu og þá verður þetta gaman held ég. Leikurinn fer fram á gervigrasi, er það ekki eitthvað sem hjálpar okkur? Jú, við höfum ekkert eftir á grasi og þeir æfa á grasi, þannig að það hlýtur að hjálpa okkur. Hvað ef þú værir stuðlastjóri Lengjunar, hvaða stuðul myndir þú setja á KB í þessum leik? Ég tippa aldrei, ekki hugmyndu hvernig stuðlarnir virka, en var ekki eitthvað stuðl daginn, hvernig var Haukastuðlun daginn, hvað var hann? 16 held ég. Já, ég myndi lækka þetta eitthvað aðeins, allavega, það er klart. Meiri trú allavega okkur en Haukum í þeim leik? Já. En byrjunin á þessari 3. deild, það var tap á móti Tindastóli í síðasta leik, það hlýtur að hafa verið súrt. Það var ekkert skemmtilegt, það er alveg rétt og sérstaklega þessi seinna leik lögðust þeir bara niður, manni fleiri og við fengum færi til að jafna leikinn, þannig að það var ekki spes og við náttúrulega reynum að snúa þessu við á morgun og í næsta leik í deildinni. Takk fyrir þetta, Davíð.